Kære þakkir fyrir að hafa valið að vera með okkur í kvöld. Þið eruð innilega velkomin. Þetta ár hefur verið erfitt af svo mörgum ástæðum. Og fyrir marga það enn erfitt. Svo nú ætlum við að eyða smá tíma í að hugsa vonina. Vegna þess að jólin snúast vonina sem Jesus færir. Á meðan þið njótið sálmasongsins og lestursins það von mín að hjörtu ykkar uppörvist og að fagnaða erindið Jesus hlýi ykkur hjartarætur. Hvernig sem aðstæður þínar eru í kvöld, mundu að þessi Jesus sem kom sem barn fyrir 2000 árum konungur, konungana, og hann með þér. Við skulum biðja. Góði Guð minn, í kvöld fögnum við komu Jesú barnsins. Við þökkum þér fyrir umhyggju og elsku þína, hvernig þú sýndir okkur auðmýkt með lífi Jesú, hvernig þú sýndir okkur að allir eru innifaldir í frelsunaráformi þínu, þeir hæst settu sem og lægst settu. Fullorðnir og börn. Jólin eru gleðihátíð fyrir flest okkar, en það eru líka margir sem finnst þetta erfiður tími af ýmsum ástæðum. Við biðjum þig að umvefja þau með nærveru þinni, hjálpa þú okkur að sýna hvert öðru umhyggju og systkinakærleik og að vera ljós í þessu samfélagi eins og Jesús. Í Jesú nafni. Amen.
Ég les úr Jesaja 11. kafla. Af stofni Ísai mun kvistur fram spretta og sproti vaksa af rótum hans. Andi drottins mun hvíla yfir honum, andi speki og skilnings, andi visku og máttar, andi þekkingar og Guðsótta. Guðsóttin verður styrkur hans. Hann mun ekki dæma eftir því sem augu hans sjá og ekki skera úr málum eftir því sem eyru hans heyra. Með réttvísi mun hann dæma hina vanmáttugu og skera með réttlæti úr málum hina fátæku í landinu. Réttlæti verður belti lendar hans, trúfesti lindin mjaðmir hans. Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýrið liggja hjá kýlingnum. Kálfur, ljón og alifé munu ganga saman og smásveinn gæta þeirra. Enginn mun gera illt, enginn valda skaða á mínu heilaga fjalli, því að allt landið verður fullt af þekkingu á Drottni eins og vatn hylur sjávardjúpið. Ég les úr Jóhannesar Guðspjalli, 1. kafla. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf, og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu, og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar, að vitna ljósið og vekja alla til trúar á því. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn sem var til orðin fyrir hann þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar og hans eigi fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn,
þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt né að vilja manns, heldur eru þau af Guði fædd. Og orðið var hold, og hann bjó með oss fullu náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Hvert það barn blítt og rátt á barmi móður sefur, en ofar jörðu engla kór, upp í söngva Kónginn Kristar finn koma himnum í mannheiminn. Syngjum nýrar til þeim syni helgrar móður. Svo megi hver einn maður nú af mildi lofgjörð syngja, þeim lausnara sem líf sitt gaf, til láta bjöllur klingja.
hefjum lag við Herrans vöku á jóladag. Syngjum dýrar til þeim syni helgrar móður. Þeim syni helgrar móður. Ég ætla að lesa Lúkasarguðspjalli, 2. kapitúla, 1. til og með 7. vers. En það bar til þessa mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinna borgar. Þá fór og Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu, til borgar Davíðs sem heiti Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni, sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom svo tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. Þar
Ég les úr Lúkasar guðspjalli, 2. kafla, vers 8-12. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir yrðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá, ég boða þér mikinn fögnuð, sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Forðum í bænum Betlehem, það borið sá sem sonur Guðs sem sorg og þraut, sýndi manna ber. Hlustið englar himnum á, þið þeirra greina frá, sem lagður var í lágan stað, en lýsir jörðu á. Hirðum sem vöktu heiðum á og hjarða gættum nótt. Englar gleði fluttu fregn frelsun allri trótt. Hlustið englar himnum á, þeir herra greina frá, sem lagður var í lágan stað, en lýsir jörðu á. Við dríngum listi langan veg, sem leiða stjarnan hrein, sem ljóma heiminn breiskju ber, og bæti hjörða með. Hlustið englar himnum á, þeir herra greina frá, sem lagður var í lágan stað, en lýsir jörðu á. Hlustið englar himnum á, þeim herra greina frá, sem lagður var í lágan stað, en lýsir jörðu á. Ég les úr Lúkasar guðspjalli, 2. kafla, 13-20. vers. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita, sem lofuðu Guð og sögðu, dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli, förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og drottinn hefur kunngjört okkur. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt þetta barn. Og allir sem heyrðu undruðust það þeir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir sneru aftur og vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð, en allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni og óska ykkur gleðilegra hátíðar. Það svífur byltingakenndur andi yfir fæðingu frelsarans. Í ætt við eins konar andspyrnur hreyfingu. Það ekki að ræða augljósa eða sjáanlega árás, frekar eins konar neðanjarðar hreyfingu, sem stefnir að því að umbylta samfélaginu úr launsátri, stefnir að því að snúa samfélagsskipaninni á hvolf. Muniði eina af þessum frægustu jólasögum, A Christmas Carol eða jólasögun eftir Charles Dickens. Hinn ríki og voldugi Scrooge eða Skröggur, hann verður að viðurkenna sig sigraðan af jólavofum
sem ásækja hann og fátæklingurinn Bob Cratchit hafinn upp úr eymd og fátækt og hann nýtur sannrar hamingju. Saga Dickens dregur fram á áhrifaríkan hátt hinn samfélagslegu umbreytandi áhrif jólana. En förum tilbaka til fyrstu jólana og tökum eftir hvernig þessi áhrif, þessi hreyfing hófst. Fyrst það boðun Maríu sem við tökum eftir. Það eitthvað svo innilegt við þessa frásögn að himneskur sendiboði kemur til þessara almúa stúlku. Þetta snertir við hjartanu í okkur. En missum ekki af byltingaboðskapnum sem snýr hinnu venjulega á hvolf. Erkiengill Guðs talar þarna við unglings almúa stúlku. Ekki við valdhafana í landinu, presta eða pólitíkusa. Það ekki einu sinni karlmaður sem verður að tala við. Þetta fer í berhögg við væntingarnar. Jólaboðskapurinn byrja svona neðst í þjóðfélagsstiganum. Eða hvað með það að ógift stúlka verður þunguð á yfirnáttúrulegan hátt. Það fer alveg gegn reglunum. En hinn byltingakendi boðskapur boðunar Maríu kemur enn frekar í ljós í orðum engilsins. Þú munt þunguð verða, son ala, hann mun verða mikill og drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davíðs, föður hans, og á ríki hans mun engin endir verða. Munið að á þessum tíma voru gýðingar undir erlendri áþján. Rómverskur her og landstjóri til stjórnuðu landinu. Gýðingar voru ekki þrælar, en þeir voru í gíslingu Rómar. Efnahagslega voru þeir einnig þjakaðir. Það var engin millistétt í landinu, það voru fáeinir vellauðugir gýðingar sem mynduðu yfirstétt og sem nutu hylli Rómar. Restin af þjóðinni var bláfátækur almúgi. Í langan tíma hafði þjóðina dreymt lausn undan þessari stöðu. Frelsi undan Róm, frelsi til þess að móta eigin framtíð og sem einstaklingar og sem þjóð. Skyndilega, bak við luktardyr, birtist boðberi sem boðar lausnara og konungsdæmi sem engan endi myndi taka. Þess konar tal var landráð. Það var tryggðarof í þessu rómverska heimsveldi. Þetta voru eldfim orð. Og engillinn að tala frelsun Ísraels. Hann í raun að tala byltingu. Eftir að hafa fengið boð frá englinum, þá fer María að heimsækja ættingja sinn. Það Elísabetu sem einnig vænti barns í elli sinni vegna kraftaverks. Og þegar Elísabet heyri rödd Maríu, þá tók barnið viðbragð í móðurlífi hennar og hún blessar Maríu. Og þá hefur Maríu upp rödd sína og syngur lofgjörðarsöng. Söngurinn byrjar sem allir góðir sálmar á lofgjörð. Og María lofar eðli og gjörðir Guðs. En svo kveður við annan tón. Þarna í Lúkasar Guðspjalli, 1. kafla, 48. versi, því að hann hefur litið til ambáttar sinnar í smæð hennar. María var kona af almúgastétt. Hún var ekki vön því að eftir henni væri tekið yfir höfuð. En nú hafði hún allt í einu hlotið gríðarlega mikilvægt hlutverk. Héðan af munu allar kynslóðir mig sæla segja, því að mikla hlutir hefur voldu við mig gert. Hún trúir því vart.
Guð hefur útvalið hana, þrátt fyrir smæð hennar. Og ekki bara hana, heldur og aðra af hennar stjætt. Miskunn hans við þá óttast hann, varir frá kyni til kyns, segir hún. Þessi andi jólana birtist þegar við minnumst þeirra sem vilja gleymast. Þegar við minnumst ósýnilega fólksins, hinna fátæku, hinna heimilislausu, fangana, hælisleitandina, þeirra sem eru einmana. En boðskapur Maríu verður enn skarpari. Drembilátum í hug og hjarta hefur hann tvístrað, valdhöfum hefur hann steypt af stóli og upphafið smælingja. Sjáu þið hvernig samfélagsskipulaginu gjörsamlega snúið við? Þeir sem verma efstu sætin, hinni drembilátu og valdhafarnir, þeir eru settir ofan og hinni lítilmótlegu og smáu frá uppreisn æru. Hungraða hefur hann fyllt gæðum og látið ríka tómhenta frá sér fara. Þetta ekki bara lofgjörðaljóð sem við erum að lesa. Þetta mótmælasöngur. Því jólin snúa svo sannarlega ekki bara frið og gleði. Þau snúast réttlæti. Að hinum lítilmótlegu sé lyft upp og hinum hungraðu sé gefið það sem þeir þurfa á að halda, hinni þjáðu og bandingjarnir séu látnir lausir. Vissuð þið að á 9. áratugnum, síðustu aldar, þá var lofsöngur Maríu bannaður af yfirvöldum Guatemala. Fólki var bannað að fara með hann á almannafæri, því að efni hans ógnaði stjórnvöldum landsins. Ef henni fátæku byrjuðu að halda að einhver veitti stöðu þeirra athygli, ef þeir færu að láta sig dreyma samfélag þar sem þörfum þeirra yrði mætt og þeir fengju uppreisn æru, þá myndu stjórnvöld horfast í augu við uppreisn. Það það sem aðventu samsærið snýst byltingu, uppreisn, grasrótarhreyfingu sem snýst gegn heimshyggjunni, snýst gegn neyslu samfélagi samtímans, gegn guðleysinu og vill breyta heiminum í Jesú nafni. En þegar engillinn talaði um Maríu, þýddi það að Guð væri eftir langa bið að hefjast handa Ísrael til bjargar. Og þegar María hóf upp rössin og söng, þá talaði hún og söng betrum bætt samfélag. Þeir hungruðu sattir, fangarlistur úr fjötrum og Guð lofaður. Og mánuðum síðar, þegar tíminn kom, fæddist Jesús Kristur. Minnumst þessi jól, hvernig hann kom. Fæddur í gripahúsi, barn flóttafólks, í hersetnu landi. Hér verið að fljúga undir radar. Þeir einu sem vissu koma hans, burt sér frá foreldrum hans auðvitað, það voru fáeinir fjárhirðar og nokkrir útlendingar. Hér leyni áætlun í framkvæmd og í 30 ár vissi enginn að hann væri kominn. Ein fyrstu orðin af munni hans, sem framgengu af munni hans, voru: sælir hinum fátæku í anda, því að þeirra himnaríki. Mestan hluta starfsævi sinnar, þá brýndi hann fyrir fylgjendum sínum að segja ekki frá því hver hann væri. Hér grasrótarhreyfingu að ræða. Og Jesús skildi allt sitt starf eftir í höndum rúmlega 100 manns,
fiskimanna, tollemdumanna, kvenna og bauð þeim að fara með boðskapinn út á stræti og torg. Einni kynslóð seinna hafðu þau komið allri heimsbyggðinni í uppnám, snúið heiminum á hvolf í nafni Jesú. Og í ár þá megum við til með að sameinast þessu samsæri, sameinast fylgjendum Krists allan heim í því að endurvekja þennan byltingaboðskap jólanna. Koma því til leiðar að hann umbreyti heiminum, umbreyti okkur sjálfum. Það snýst ekki að sleppa jólunum, heldur að halda þau betur, að gefa meira af okkur sjálfum, að tilbiðja af öllu hjarta, að sýna kærleika hans í heiminum, sérstaklega á meðal þeirra sem minna mega sín. Það svo sannlega í anda jólana. Í Jesú nafni. Amen. En Guð, sem veitir þolgæðið og hugrekkið, gefi ykkur að vera samhuga að vilja Krists Jesú til þess að þið einum huga og einum munni vexa með Guð, föður drottins vors Jesú Krists. Hvílíkt djúp ríkidóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans.
Frá honum, fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Gleðileg jól. Buon Natale. Merry Christmas. Så stage namt mig. Gleðileg jól, kæru vinnir. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Kæru bræður og systur, mér langar að óska ykkur gleðilega jóla. Megum við sjást vonandi á næsta ári. Það er bara á Seljabutinni. Gleðileg jól. Með Guð gefa ykkur gleðileg jól. Og farsælt nýtt ár. Þökkum liðið. Gleðileg jól og farsælt komandi nýtt ár. Gleðileg jól. Ég er flutt, gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól, kæru vinnir. Gleðileg jól. Merry Christmas. Gleðileg jól. Gleðileg jól.